og tökum þriðja lið að þeim loknum. Og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Víðir Lingvarsson, sýnist mér. Já, við tökum fjórða lið á dagskrá. Það var óskað eftir fresti og þá... Nei, fyrirgefðu, fimmta lið. Við förum í sem sagt innkaupin núna. Og borgarfulltrúi Júlíus Víðir Lingvarsson er fyrstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þá ætla ég að fara aðeins yfir þennan lið og þá skýrslu sem að lögð var fram í borgarráði og upprunalega skýrslan er reynda frá 2010 en þetta heitir eftirfylgniskýrsla sem að innri endurskoðun skilaði inn til borgarráðs. Ég vona því að borgarfulltrúar hafi kynnt sér þessa skýrslu og það er nefnilega margt ákaflega mikilvægt sem að þarna kemur fram. Og það sem þarna kemur fram er það að það er ekki einungis víða pottur brotinn þegar kemur að innkaupi Reykjavíkurborgar, heldur hreinlega verður að segja svo að hér sé illa staðið að málum. Innri endurskoðun skilaði sem sagt skýrslu árið 2010 þar sem að framkomu margar gagnlegar ábendingar, 12 talsins, til borgarráðs, skilað vorið 2010 og síðan var unnið áhættumat með starfsfólki innkaupaskrifstofu og það var skilað skilgreindum 22 ábendingum eða verkefnum til þess að vinna úr og allt var þetta ákaflega gagnlegt en með þetta var ekki gert, bara akkurat ekki neitt. Hvorki það 12 ábendingar sem að framkomu frá innri endurskoðun né heldur þeim 22 atriðum sem að komu frá starfsfólki sjálfu sem að hefðu átt að nýtast borginni til að fara betur með þetta fé. Kannski rétt að byrja því að segja frá því að innkaupadeild fjármálaskrifstofu var sett á stofn á síðasta kjörtímabili og tók yfir verkefni innkaupaskrifstofu. Innkaupaskrifstofa var þannig sett upp að hún stóð jafnfætis ýmsum sviðum borgarinnar og forstöðumaður þeirra skrifstofu heyrði beint undir borgarstjóra mest allan tíman. Nú var búin til svokölluð innkaupadeild fjármálaskrifstofu og deildarstjóri þar settur yfir þetta verkefni. Yfir deildarstjórunum síðan fjármálastjóri, yfir fjármálastjóri borgarritari og síðan yfir borgarritara borgarstjóri. Þannig að í staðinn fyrir hinn skilvirku og stuttu boðleiðir sem að innkaupaskrifstofa hafði áður komið fjórar silkihúfur hver upp af annarri. Og menn geta bara gert sér hugleitt hvaða áhrif það hefur haft og þá meðal annars þess og ekki síður. Og með verður bara svona þeir sem að þekkja til stjórnkerfisins ættu að gera sér grein fyrir því að þegar að deildarstjóri þarf að innkaupa deildar þarf að brýna sig og láta til sín taka og hafa áhrif á það hvernig farið með fjármálin og hvernig innkaupunum staðið, þá mætir deildarstjóri til þess að ræða við sviðsstjóra. Og það ansi ólíku saman að jafna og það ekki við því að búast að menn nái sama árangri og þeir myndu ná væri innkaupadeildin áfram innkaupaskrifstofa. Það má svo sem segja það að þetta sé svona í stíl við aðrar skipulagsbreytingar sem gerðu voru síðasta kjörtímabili sem fyrst og fremst gerðu borgarkerfið flóknara. Það verður ekki hægt að segja annað.
og einmitt með ýmsum silkihúfum og þá aðalega þannig til þess að koma í veg fyrir það að borgarstjórinn hefði nú of mikið ónæði af því að sinna sinni vinnu. Ég ætla aðeins að fara hérna yfir þessa eftirfylgniskýrslu og ýmislegt áhugavert sem að kemur út úr henni og kannski þá fyrst að nefna það að þessi vinna, hún á sér nokkuð aðdraganda, þannig að þetta byrjar árið 2008 með framlagningu skýrslu frá Capacent og margt í þeirri skýrslu sem að framkemur hjá innri endurskoðun frá árinu 2010 byggir á þeim upplýsingum sem framkoma frá Capacent. Það eru upplýsingar sem að þar koma fram til dæmis það sem að stendur hér í útdrættu úr skýrslunni á blaðsíðu 2 í eftirfylgniskýrslu sem að borgarfulltrúar væntanlega kannast við. En þar kemur fram að í skýrslunni að velta rammasamninga og miðlæra samninga í heildarinkaupum sem hlutfall af heildarinnkaupi borgarinnar sé í kringum 14%. 14%. Nú að það hefur komið fram síðan að sennilega hefur þetta hlutfall eitthvað svolítið hækkað og sumir hafa nefnt að það hugsanlega er komið upp í fjórðung. En það er raunverulega engin staðfesting á því á svo að sé. Engin. Og til þess að menn setja þetta nú í eitthvað svona svolítið samhengi, þá er það nú svo að stærðarhlutföllin eru þau að um 9 milljarðar fóru í innkaup árið 2013. Og það þýðir það að sennilega og kannski ef að vel má ætla að það má segja það að það séu svona 7 milljarðar á ári sem að eru utan miðlægra samninga. 7 milljarðar. En ekki nóg með það, heldur er það svo að það eru 1200 einstaklingar, starfsmenn Reykjavíkurborgar, sem að hafa heimild til þess að gera innkaup. Og þegar ég spyr að því hversu margir hafi innkaup á korti Reykjavíkurborg, þá er svarið við því, það er ekki vitað. Hversu margir hafa heimild til innkaupa? Já, það eru mörg hundruð. Capacent sagði að það væri minnst 1000, síðan hafa ýmis verkefni bæst við, færst yfir á sveitarfélagið. Þannig að ég held að ég sé ekki að ýkja þegar ég segja að sennilega eru 1200 manns sem að hjá Reykjavíkurborg eru að stunda innkaup með til dæmis innkaupakortunum. En ég veit ekki fyrir víst, því miður. Og ég veit ekki einu sinni hversu miklir miðlægir rammasamningar eru gerðir í Reykjavíkurborg. En ég má þá ætla það og það er kannski ríflegt að halda það að sé hugsanlega 25%. Því hélt formaður borgarráðs fram við blaðamann Fréttablaðsins sem að birtist á forsíðu Fréttablaðsins í morgun. Það verið fjórðungur. Ég bara skal ekki það segja. Ég held að formaður borgarráðs sé jafn mikið að giska á þá tölu og ég. Málið er það að í bréfi því sem að innri endurskoðun sendir borgarráði, stendur hérna með leyfi forseta, í samræmi við verklagsreglur innri endurskoðunar hefur verið unnið meðfylgjandi eftirfylgniskoðun til að kanna stöðu ábendinga og umbótaverkefna sem framkom í skýrslu innri endurskoðunar frá árinu 2010. Skemmst er frá að segja að engar ábendingar í skýrslu innri endurskoðunar frá árinu 2010 hafa fengið fullnægjandi úrbætur og umbótaverkefni hafa einungis að litlu leyti verið unnin. Og það er sem sagt þessi umbótaverkefni þessar ábendingar eru 12 og umbótaverkefni 22 eins og ég nefndi áðan. Síðan kemur þessi eftirfylgniskýrsla þar sem að æðimargt kemur fram og þá meðal annars er farið einmitt yfir þessar breytingar sem orðið hafa á skipuriti Reykjavíkurborgar þar sem að fram kemur einmitt að sjálfstæði innkaupadeildar hafi ekki verið aukið og að með skipulagsbreytingum á nýju reglunum sé dregið úr þeim verkefnum sem að þyrfti að vinna og að það sé dregið verulega úr vægi og sjálfstæði innkaupaeiningarinnar. Þetta segir innri endurskoðun að með leyfi forseta með skipulagsbreytingunum á nýju reglunum var dregið verulega úr vægi og sjálfstæði innkaupaeiningarinnar. Og þetta er þá sem sagt akkurat með þeirri skýringu sem ég fór með hérna rétt áðan. Ábendingarnar í skýrslunni frá 2010 eru sem sagt 12 og þær lúta að æðimörgu
það til dæmis að innkaupastefnunni, aðgerðaráætlun, mælingu á árangri, bætt skipulag innkaupa, faglega vinnu við innkaupagreiningar, skráning upplýsinga, aukin nýting upplýsingatækni, verkaskiptingu, upplýsingagjöf, hlutverk og ábyrgðarsvið sem þarf að skerpa, upplýsingaflæði og síðan gæðahandbók. Svo ég lesi þetta hér úr þessari skýrslu. Eins og menn sjá þetta æði mikil gagnrýni sem að framkemur í þessu. En síðan farið í þessari skýrslu, þessari eftirfylgniskýrslu yfir umbóta verkefnin sjálf, þar sem að framkemur margt ansi merkilegt. Og þar kemur til dæmis fram að ekki sé sameiginlegur skilningur innan borgarkerfisins á áherslum innkaupastefnu og umboði innkaupaskrifstofu til að framfylgja innkaupareglum og innkaupastefnu. Og að það sé að samræmd notkun upplýsingakerfis forsenda þess að stjórnendur fái áreiðanlegar samanburðarhæfar upplýsingar innkaup, en því ekki til að dreifa nú þessar mundir, eins og ég hef svo sannarlega reynt þegar ég var að reyna að afla mér frekar upplýsinga stöðu þessara mála innan borgarkerfisins fyrir þennan fund borgarstjórnar í dag. Nú það kemur fram hér að auka þarf áherslur á samræmd innkaup sem að leiða til betri afslátta og þar með sparnaðar fyrir borgina og að velta þar fyrir sér hvort einstakum innkaupverkefnum sé betur komið undir miðlægri umsjón fremur en hjá innkaupafólki sviða. Og það náttúrulega felur þá í sér það, eins og staðan núna, að hugsanlega 75%, kannski 80% eða meira, af öllum innkaupum borgarinnar eru gerðar af einstaklingum sem ekki þurfa að fara gegnum neina innkaupaferla. Og það náttúrulega hluta til vegna þess að þú getur farið út í búð eða úr skólastjóri og keyptir tölvu og skjávarpa og eitthvað annað slíkt, svo framalega sem að það næri ekki 3,5 milljónum. Þú getur keyptir þjónustu fyrir 7 milljónir og getur farið verklega framkvæmdir svo framalega sem það eru undir 14 milljónum. En síðan eru náttúrulega skólarnir 48 og leikskólarnir eru einhvers staðar í kringum 100. Þannig að það eru vinnustæður út alla bæ, alla borg, þar sem að verið að fara og kaupa hver í sínu lagi án þess að þurfa að bera það undir einn eða neinn. Og það ástæðan fyrir því og það þetta sem að auðvitað innri endurskoðun að fara yfir og benda á að þarf að gera breytingar meðal annars á. Það er til dæmis að benda á það í skýrslunni að ákvarðanir innkaup á hendi fjölmargra aðila og ekki hefur unnið nægilega markvisst að því að koma innkaupum í miðlægan farveg þar sem við á og þjónar hagsmunum heildarinnar. Og þetta eru svona setningar hér úr þessari skýrslu sem er hörð gagnrýni á það sem að gert hefur verið og hvernig haldið hefur verið utan þessa hluti hér og ég verð að segja það, eins og ég reyndi að benda á í borgarráði, að ég hef auðvitað séð margar skýrslur frá innri endurskoðun en þessi skýrsla hér, eftirfylgniskýrslan, einhver svo harðorðaðasta, mesti áfellisdómur sem að komið hefur frá innri endurskoðun einhver verkefni sem hér eru unnin á vegum borgarinnar og ávirðingar í raun og veru til þeirra sem að ekki hafa á nokkurn hátt farið eftir þeim ábendingum sem að fram hafa komið. Hér kemur til dæmis fram að skýra þær betur valdsvið innkaupadeildar og ég algjörlega sammála því og það hefur reyndar komið fram hjá fleirum að sú deild hefur ekki þau völd, hefur ekki þau tæki sem að til þarf til þess að koma á framfæri þeim ábendingum og þeirri aðstoð við sviðin og stofnanir borgarinnar sem að þessi innkaupadeild vildi mjög gjarnan gera. Í innkaupadeildinni starfa 8 manns í dag sem svona svipað því sem var inn á innkaupaskrifstofunni á sínum tíma. Hér stendur meðal annars í þessari eftirfylgniskýrslu aftur með leyfi forseta því ég svona fer yfir hana hér og að fletta henni með ykkur borgarfulltrúar góðir. Fjöldi innkaupakorta í notkun hjá borginni mikill og nauðsynlegt að yfirfara hvort þörf sé fyrir slík kort sé raunverulega svo mikil. Innkaupakortin eru ekki á forræði innkaupadeildar.
og þannig að fagsvið borgarinnar gerir ýmsa sérsamninga án þess innkaupadeildar komi að málum. Engin formleg reglubundin samskipti verkaskipting hafi verið skilgreind milli innkaupadeildar og miðlægrar skrifstofu. Þannig að ég ætla nú ekki að fara meira út í þetta. Ég bara gerir ráð fyrir því að allavega borgarráðsmenn og vonandi allir borgarfulltrúar hafi skoðað þetta og ásamt innkaupareglum borgarinnar og hvernig að þeim staðið. Í innkaupastefnu Reykjavíkurborgar stendur meðal annars að innkaup Reykjavíkurborgar sé beitt útboðum að eins miklu leyti og undir og hagkvæmt þykir og að hlutur útboða í heildarinnkaupi Reykjavíkurborgar aukist. Þannig er þetta, forseti, og hægt að ræða þetta mál mikið fram og til baka. Þannig er okkur liðið á þennan fund, svo ég ætla nú ekki að fara að dvelja við þetta mikið lengur, annað en að hér vonast ég til að gripið verði til og að menn fari ofan í þessa eftirfylgni innri endurskoðunar, ber hana saman við skýrsluna sem upphaflega frá 2010, bregðist við og breyti þeim innkaupaferlum þar sem að það er hægt og það er gerlegt. Ég vona því að fjármálaskrifstofa, innkaupadeild hennar, skili til borgarráðs einhverju viðbrögðum við þessari skýrslu og það verður fróðlegt að fylgjast með því. Ég ætla að lesa hér bókun sem er svona, með leyfi forseta, bréf innri endurskoðunar til borgarráðs sem mikill áfellisdómur í því hvernig staðið hefur verið að innkaupamáli hjá borginni. Innri endurskoðun gagnrýnir harðlega skort á eftirfylgni og utanumhaldi á þessum útgjaldalið. Innkaup sem voru rúmlega 9 milljarðar á síðasta ári eru meðal fjárfrekustu útgjaldaliða borgarinnar en enginn einn aðili hefur yfirsýn yfir öll innkaup og miðlæg stýring er takmörkuð. Ég tek það fram að þetta tekið beint úr skýrslu innri endurskoðunar. Í skýrslu innri endurskoðunar frá árinu 2010 voru setta fram 12 mjög skýrar ábendingar úrbætur í innkaupamálum en þeim ábendingum hefur í engu verið sinnt. Á sama tíma vann innri endurskoðun með starfsfólki innkaupaskrifstofu að áhættumati og út úr þeirri vinnu komu 22 skilgreind umbóta verkefni. Ekkert hefur verið gert með þessa vinnu. Verulega skortir á að upplýsingar innkaup séu fullnægjandi og er það meðal þess sem er gagnrýnt. Unnin var samantekt og greining á innkaupamálum árið 2008 af Capacent. Þar kemur fram að einungis 14% af innkaupum eru gerð með rammasamningum og miðlægum samningum. Nákvæmari upplýsingar liggja ekki fyrir en talið er að hlutfallstalan hafi hækkað. 1200 starfsmenn hjá Reykjavíkurborg virðast hafa heimild til þess að gera innkaup upp á 7 milljarða á ári. Eins furðulegt og það kann að hljóma liggja ekki fyrir upplýsingar það hversu mörg innkaupakort eru í notkun í Reykjavíkurborg. Langstærstur hluti innkaupa er sem sagt án alls eftirlits. Ekki er gerð áætlun innkaup í fjárhagsáætlun næsta ár sem dregur enn frekar úr utanumhaldi og gegnsæi. Hluta vandans verður að rekja til þess að innkaupaskrifstofa var niður og þess í stað var stofnuð innkaupadeild innan fjármálaskrifstofu. Forstöðumaður innkaupaskrifstofu heyrði beint undir borgarstjóra og var í því á sama stað í skipureiti fyrir borgarkerfið og sviðsstjórar. Deildastjóri innkaupadeildar fjármálaskrifstofu þarf að leita til síns yfirmanns sem er fjármálastjóri, sá heyrir undir borgarritari samkvæmt gildandi skipureiti og borgarritari heyrir síðan undir borgarstjóra. Þetta flækjustig stjórnkerfisins kemur í veg fyrir skilvirkni og skýra verkferla en er í takt við aðrar stjórnkerfisbreytingar sem gerðar voru á síðasta kjörtímabili og hafa gert allt borgarkerfið óskilvirkara og svifa seinna. Þetta er sem sagt bókunin í lengra lagi að vísu en ég bara vona það að aðrir borgarfulltrúar komi hér upp, lofi bót og betrun og vinni að því í sameiningu að bæta þetta kerfi. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og lokið að gera grein fyrir bókun sem að forseta sýnist vera mun lengri heldur en eðlilegt getur talist og er óskað eftir að hún verði stytt. En hér er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Blöndal.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, við ræðum hér, tilefni þessar umræðu er eins og kom fram í borgarfulltrúans, Júlíus Vífils Ingvarssonar, eftirfylgni skýrsla innri endurskoðunar við skýrslu sem var gerð innkaupamál borgarinnar árið 2010. Upphaflega skýrslan sem til umræðu sem sagt fjallar innkaup sem eru gerð fyrir 2010 og fram á vormánuði þess árs. Það ýmislegt sem að og það er auðvitað ekki hægt að neita því að hér farið svona nokkuð, hér notuð nokkuð dramatísk litbrigði við umfjöllun þessa skýrslu og hugsanlega eitthvað tilefni til þess. Því að það er vissulega rétt að þær ábendingar sem að koma fram í skýrslunni frá 2010, þeim hefur ekki verið sinnt á fullnægjandi hátt. Þeim var ekki sinnt á fullnægjandi hátt árið 2010, né 2011, né 2012. Þá reyndar urðu ákveðnar skipulagsbreytingar sem að borgarfulltrúinn vísar til og telur að sé höfuð ástæða þess að þessu hefur ekki verið sinnt sem skyldi. En sú fullyrðing auðvitað gengur ekki upp eins og allir sjá þegar að horft er á tímalínuna. Þannig að og hins vegar þá vil ég taka fram að ekkert af þessu er aðalatriði. Það er að segja stjórnskipulag, skipulagsbreytingar sem að falla ekki í krammið hjá borgarfulltrúanum. Það er ekki aðalatriði í þessari skýrslu. Aðalatriði er auðvitað að það hefur verið eðlilegt að bregðast við ábendingunum með fullnægjandi hætti og þó seint sé, þá er rétt að þeir sem að til þess eru bærir vindi sér í það. Það er nú kannski full mikið sagt að, eða svona eins og hefur verið í að innkaupamál borgarinnar séu bara algjörlega í ólestri. Því að það er auðvitað langt í frá og þetta veit borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson fullvel, sem held ég og flestir aðrir. Framkvæmd innkaupamála í dag er að því ég þori að fullyrða með betri skipan en hún hefur verið í það minnsta í mjög langan tíma. Innkaupadeild er mjög vel mönnuð og samvinna hennar við og fjármálsskrifstofa er það náttúrulega líka. Samvinna innkaupadeildar við svona þá sem eru stærstir í innkaupum hefur aukist til muna og rammasamningum fjölgað og útboð aukin. Tek sem dæmi að nú er í auknum mæli beitt svokölluðum örútboðum sem eru innan rammasamninga hvað varðar matarinnkaup og það hefur tekist mjög vel. Hins vegar er auðvitað, það má velta fyrir sér konseptinu, það sem að ef ég skil málflutning borgarfulltrúa Júlíus Vífils Ingvarssonar rétt, að þá er hann í raun og veru að kalla þetta meiri miðstýringu á innkaupum. Hann vill að öll innkaup fari gegnum innkaupadeild. Hann vill sem sagt algjöra miðstýringu á innkaupunum. Og það er alveg skoðun, það er alveg sjónarmið sem ég held að sé vert að skoða, aukin miðstýring í innkaupum. En ég vil hins vegar, ég vil nú trúa því að þeir sem að halda á innkaupum og eru að kaupa inn fyrir borgina, þeir séu nú að gera sitt besta og þeir séu að leita eftir hagstæðustu verðum sem að þeir geta fengið hverju sinni og trúi því þar til annað kemur í ljós. Hins vegar þá er auðvitað, vita það allir að magn innkaup geta leitt til betra verðs
og það er eðlilegt að beita þeim í auknum mæli fyrir aðila eins og Reykjavíkurborg sem er vantilega, já, þú finnur ekki mikið stærri aðila á markaði í innkaupum vantilega og rammasamningar og útboð mjög góð leið. Rammasamningar hafa kannski einn örlítinn ágalla sem er sá að þau geta í einhverjum tilfellum leitt til ákveðna fákeppni. Það er að segja, það er jú þannig að smærri aðilar geta átt, það getur verið vandkvæðum háð fyrir smærri aðila á markaði að komast inn í rammasamninga og það er auðvitað ekki kannski beinlínis eitthvað sem við viljum ýta undir en okkar skylda er auðvitað kannski fyrst og fremst að ná sem hagstæðustum innkaupum. Við þurfum mjög að hafa þessa samfélagssýn á bakvið eyrun líka. En ég held að því að borgarfulltrúi Júlíus Vífill kallaði nú eftir því að hér kæmu borgarfulltrúar upp í Hrönnum og lofuðu bót og betrun, þá verður hann svo sem alveg að nokkur leita ósksinni með það því að við tökum þessa eftirfylgni skýrslu innri endurskoðunar sjálfsögðu alvarlega og við höfum þegar hafið borgarráð beinir því til fjármálaskrifstofu að gangi málið og innkauparskrifstofunnar og ég veit að borgarstjóri mun nú væntanlega koma inn á það að hann mun jafnframt fylgja þessu eftir gagnvart innkauparskrifstofunni. Varðandi innkaupastefnu og annað slíkt, þá var gerð ítarleg innkaupastefna hér 2010 ef man rétt og hún hefur svo verið endurskoðuð nokkur sinnum, nú síðasta ári fyrirgefið, seint á síðasta ári minni mig og þar er auðvitað einhverju marki þó að sé ekki beint verið að bregðast við þessari skýrslu, þá er auðvitað verið að koma inn á sömu atriði og eru ýmsir þættir sem eru til mikilla bóta. En eins og ég segi, í stórum dráttum þá er aðalatriði að við bara bregðumst við þessum ábendingum, því að þetta eru vissulega kallaðar ábendingar þannig í skýrslu innri endurskoðunar og innkaupamálin eiga auðvitað bara að vera okkur, við eigum að hafa innkaupamálin svona, þau eiga að vera okkur ofarlega í huga og við eigum að fylgjast með þeim á reglubundið. Við fáum auðvitað yfirlit til okkar innkaup og annað slíkt með reglum hætti, send borgarfulltrúum og hvet alla til að kynna sér þetta. En annars takka ég bara fyrir mig. Borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal hefur lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúa, já, það er ágætt að menn komi hér og ræði þetta og lýsi vilja sínum til þess að vinna þessum málum. Það er mikill misskilningur hjá borgarfulltrúum að ég sé að búa til einhver hásendar yfirlýsingar eða sjáu bara sótsvart myrkur ef að marka má hans orð hér. Það er aðalega bara þannig að ég hef verið að taka meira og minna allt orðalega bara beint úr þeirri skýrslu sem að skila var af innri endurskoðunar inn til borgarráðs. Borgarfulltrúin heldur því fram að sennilega séu innkaupin í betra horfi heldur en verið hefur langan tíma. Það má vel vera, ég vona svo sé, ég bara veit það ekki og ég veit að borgarfulltrúin veit það ekki heldur. Hann bara heldur því fram en það eru engar slíkar upplýsingar til. Ég hef óskað eftir þeim, ég hef verið í sambandi við fjármálaskrifstofu og innkaupadeild og reynt að fá þær upplýsingar sem að geta fært með svona nær sanninn það hvernig þessi stað er og þær upplýsingar eru bara ekki á hreinu, það er bara þannig. Þannig að svo spyr borgarfulltrúin að því hvort að ég vilji miðstýringu. Já, ég vil miðstýringu að verulegu leyti, það er ekki að miðstýra öllu saman, það er alveg ljóst. Ég tel alveg út í hött að 1200 manns
séu með, ef að það talan, sem að ég gríp ekki úr lofti, svo ég segi það, að 1200 manns séu með heimild til þess að gera innkaup, allt of mikið. Það kallar á misnotkun, það kallar á misferli, það kallar á mjög erfitt eftirlit ef það yfirleitt hægt. Og það verður við auðvitað að passa upp á að gerist ekki. Það að segja að menn séu að misnota þetta með einhverjum hætti og ég ekki haldið því fram að svo sé, sem betur fer að þá hefur ekkert slíkt verið að koma upp, ekki með skustu svo ég viti til, en þannig það ekki grunnurinn að því að ég að tala um þetta hér. Mér ber skylda til þess þegar ég sé svo harðorða skýrslu, svo harða gagnrýni, því að þetta hörð gagnrýni, þegar ég sé hana og hún lögð á borði fyrir fram að mig í borgarráði, þá ber mér skylda til þess að halda þessu máli áfram. Ég væri ekki að sinna mínu starfi ef ég léti þetta framhjá mér fara og tæki það ekki upp hér í borgarstjórn til þess að ræða það á opinberum vettvangi þannig að borgarbúar geti séð hvað eða átt að sjá því hvernig þetta stendur. Borgarfulltrúinn Björn Blöndal talaði einnig um það að stjórnsýslubreytingar væru ekki aðalatriði. Það má vel vera svo sé að það sé ekki aðalatriði í hans huga, en þær eru mjög stórt atriði í huga innri endurskoðanda og ég fór yfir það hér áðan með hvaða hætti þessu stjórnkerfi hefur verið breytt. Þannig að innkaupadeild hefur tekið við innkaupaskrifstofu og það hefur dregið úr vægi innkaupaskrifstofu eða innkaupamála og því eftirliti og þeim völdum, þau áhrif sem innkaupaskrifstofa á að geta haft. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið og næsta mælendaskrifar borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég vil nú þakka framsögumanni þessa máls fyrir að koma hér og gera þetta að umræðuefni á þessum borgarstjórnarfundi okkar. Ég skal samt alveg viðurkenna það að ég ætla nú bara meirihlutanum pínlítið að hafa gleymt þessu máli. Ég trúi því ekki að síðasta meirihluta og það greinilegt að það þarf að taka til í þessu og það verður bara frábært að það sé gert. Og eitt af því eru hraðar hendur því að það nú að leggja fram hérna á eftir samþykkt fyrir innkaupar á Reykjavíkurborgar þar sem meðal annars verið að gera breytingar sem ég ætla að fara hérna aðeins yfir á eftir. En innkaupastefnan, það sem sagt rétt að hún frá ársbyrjun 2011 og þrátt fyrir að hún hafi verið yfirfarin að þá hefur henni ekkert verið breytt frá þessum tíma sem að segja mig það að það hefur ekki verið gerðar breytingar á innkaupastefnunni í samræmi við þessar ábendingar sem að komu fram í úttektarskýrslunni frá 2010, allavega ekki vegna þess að það ennþá núna í eftirfylgniskýrslunni hnýtt í það að þarna þurfi að skerpa á. Nú, innkaupareglur Reykjavíkurborgar voru settar 8. maí 2014, þar sem nýjar, í miðri kosningabaráttunni en frá þeim tíma þá féllu úr gildi reglur sem settar hafði verið í september 2010. Og mér finnst það sem nýjum borgarfulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur sérstakt að innkaupastefna Reykjavíkur sé ekki endurnýjuð eða þá alltaf þessi þá getið að hún hafi verið endurnýjuð þegar nýr meirihluti tekur við því þetta mjög mikilvægt sem stjórntæki fyrir bæði meirihlutann og okkur í minnihlutanum til þess að sýna aðhald, eða til þess að geta sýnt aðhald. Nú, af hverju þessi skýrsla kannski svona mikilvæg? Það þrennt að innra eftirlit. Hvað innra eftirlit? Innra eftirlit hver svo aðgerð stjórnar, stjórnenda og starfsmanna sem ætlað að veita hæfilega vissu eftirfarandi þrjú markmið nást og það 3 markmið sem nást. Það fyrsta lagi, það áreiðanleiki fjárhagslegra upplýsinga, það í öðru lagi árangur og hagkvæmni starfseminnar og það
þriðja lagi að starfsemi sé í samræmi við lög og reglur. Og þegar liggur fyrir skýrsla sem að gerir athugasemdir í 22 liðum ljóst að einhver þessara 3 þátta sé ekki nægjanlega vel ígrundaður. Þannig að við höfum mögulega verið að vinna með upplýsingar, áreiðanleiki fjárhagsupplýsingar er ekki nægur, eða þá við séum að horfa á það, að árangur í kostnaðarstjórnun borgarinnar og hagkvæmni sé ekki nægjanleg, eða þá að í einhverju tilvikum sé starfsemi sviða eða undirstofnana borgarinnar ekki í samræmi við lög og reglur. Metin var áhætta í ferlum og verklagi við innkaup þar sem helstu áhættuþættir voru skilgreindir og möguleg viðbrögð við áhættu. Og við gerð skýrslunnar var höfð hliðsjón af þeirri áhættu sem að ófullnægjandi eftirlit gæti haft í för með sér og var það sérstaklega horft til þeirra þátta sem áhættustýringir varðar mestu hagsmunina. Og þess vegna er eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill kom hérna upp í ræðustól áðan og benti einmitt á þessu áhættu að þegar að innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar var færð undir innkaupasvið undir fjármálaskrifstofuna, að þá fer þarna raunverulega saman samþjöppun valds og mögulega takmörkun á eftirliti. Og eins og við vitum að þá er mjög vafasamt og vandmeðfarið að ákvarðanatökur séu allar á sömu hendi eða allavega óþægilega nálægt hvor annarri til þess að geta verið það eftirlit og það stuðningur sem það á að vera. Í skýrslunni var vakin athygli á því að nokkuð virtist vanta upp á innkaup fái sérstaka athygli stjórnenda fagsviða. Og þetta stakk mig mjög mikið. Það var sérstaklega tekið fram að umboð þá innkaupasviðs í dag til ákvarðana sé ekki nægilega skýrt gagnvart fagsviðum og auka þurfi á formfestu í vinnubrögðum. Sérstaklega var lagt til að útfæra þyrfti aðgerðaáætlun sem að leggja ætti fyrir innkauparáð og borgarráð til samþykkis. Það ennþá liggur ekki fyrir aðgerðaráætlun og ég hlakka mjög mikið til að sjá þessa aðgerðaáætlun og ég held að borgarráð og borgarstjórn þurfa að sjá slíka aðgerðaáætlun þar sem mjög stóran útgjaldalið er að ræða hjá Reykjavíkurborg í þessum innkaupum. Það var einnig talað um þetta bæta verkferla í kringum skráningu upplýsinga í upplýsingakerfum, huga verkaskiptingu miðlægra kerfa, bæta stjórnendaupplýsingar og skerpa á hlutverki og ábyrgðarsvið ýmissa aðila sem koma að innkaupum og síðan að vinna gæðahandbók. Þannig að það er greinilegt að það er mikil vinna sem að bíður bæði hins pólitísk skipaða innkauparáðs sem að þarf að fara í mikla sjálfskoðun og setja fram allavega að mínum mati innkaupastefnu og ætla ég að leggja fram tillögu það hér á eftir. En hvað er það sem að meirihlutinn gerir þegar þessi skýrsla liggur fyrir? Fyrirverandi meirihluti, ekki núverandi, þið alveg stikkfríir frá því. Hann gaf innkaupaskrifstofunni bara nýtt nafn og heitir innkaupasvið og sett undir fjármálaskrifstofu. Ég hef þegar farið yfir hversu vond sú stjórnsýsla er. En það er kannski bara mjög hressandi í anda stjórnunarstíls fyrirverandi meirihluta að hafa hlutina á bak við tjöldin og stjórna í þögn eins og mér hefur oft verið tíðrætt hér í pontu. Ég vil vekja athygli á því að í skýrslunni er rætt sérstakt að það fullt tilefni sé til þess að greina flokkinn sérfræðiþjónustu og aðkeypt vinna frekar. En eftir því sem ég skilst að þetta reyndar náttúrulega upplýsingar frá 2009 og ég hafði ekki tíma til þess að setja þetta í samhengi við fjárhagsáætlunina sem við vorum að samþykkja í desember, að þá er stærsti hlutinn af innkaupunum í sérfræðiþjónustu og aðkeyptu vinnu, það er 2% sem fer í útboð. Og í því sambandi að þá er rétt að geta þess að við í Framsókn og flugvallavinnu settum frá fyrirspurn í borgarráð í síðustu viku þar sem var óskað eftir sundurliðun og aðkeyptri lögfræðiþjónustu borgarinnar. En af hverju erum við endilega að tala þetta
og það er ekki það að ætlum vera að núa sko þessum nasir, en við þurfum að taka til hendinni vegna þess að vel útfærð innkaupastefnan er það sem að innkauparáðið á að samþykkja, ekki sviðið, þó auðvitað vinni þetta saman, að hún skapar tæki fyrir kjörna fulltrúa til þess að sýna kjósendum fram á að sveitarfélagi fari vel með skattpeninga borgarinnar. Þetta er beint tekið upp úr þessari skýrslu á blaðsíðu 20, á fyrri skýrslunum frá 2010 á blaðsíðu 23. Þannig að það er áhugavert að skoða það hvernig kjósendum hafi verið sýnt fram á að sveitarfélagi væri að fara vel með skattpeningana þegar þessi mál eru í ólestri. En við ætlum að halda áfram og í ljósi þessa að þá óska Framsóknarflugvallarvinir að koma fram með tillögu sem verði afgreidd með afbrigðum. Framsóknarflugvallurinn leggja fram tillögu að innkauparáði verði falið að gera nýja innkaupastefnu Reykjavíkurborgar þar sem tekið verði tillit til þeirra athugasemda sem fram kom í eftirfylgniskýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar í janúar 2015 og að ný innkaupastefna verði lögð fyrir borgarráð fyrir 1. mars 2015. Þá hef ég lokið máli mínu að svo stöddu, en ef ekki fleiri koma í ræðupúltið. En ég vil bara ítreka það að innri endurskoðun er að benda á 3 þætti mikilvægi fjárhagsupplýsingar séu réttar, að séu farið að lögum og reglum og að við séum að vinna að upplýsingarna séu réttar, og það er því miður mjög stór skarð í þá vinnu og þau gögn sem við höfum að vera ennþá svona margar athugasemdir sem verða óleystar fyrir næsta fjárhagsár. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og forseti telur ástæðu til þess að vekja athygli á 10. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjal borgarstjórnar þar sem segir undir lok greinarinnar: borgarfulltrúi sem óskar eftir að fá mál tekið á dagskrá borgarstjórnarfundar skal tilkynna það forsætisnefnd skriflega fyrir klukkan 10 á föstudegi fyrir borgarstjórnarfund eða á fundi forsætisnefndar í síðasta lagi. Hér er 3. tillagan að koma inn á fundinn þar sem óskað er eftir afbrigðum og forseti telur ástæðu til að taka þetta til sérstakrar umræðu á næsta fundi forsætisnefndar. Þeir sem samþykkja að taka tillöguna á dagskrá gefi merki. Þessum á móti að hún er samþykkt með 15 greiddum atkvæðum og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi, þá er háttvirtur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir að þetta mál sé hér tekið til umfjöllunar og get tekið undir ýmislegt sem hér hefur verið sagt, þó ekki allt, og mér finnst mjög brýnt að halda einu meginatriði til haga í allri umræðu um málið, nefnilega því að í innkaupastefnu Reykjavíkurborgar allavega síðustu 10 ár að þá hafa innkaupin verið á ábyrgð sviða, fagsviða, og eftirlitið hefur að mörgu leyti farið fram innan viðkomandi fagráða með framlagningu á innkaupayfirliti mánaðarlega í ráðunum. Og þetta segi ég vegna þess að ég held að þessi umræða sé mikilvæg vegna þess að það er ákveðin lykilatriði sem er rauður þráður í ábendingunum sem lítur að því að hversu miklu leyti þetta fyrirkomulag á að vera eða hversu miklu leyti innkaupadeildin og áður innkaupaskrifstofa eigi að hafa með höndum framkvæmd og beint eftirlit með innkaupunum. Þetta sést í ábendingu innriendurskoðunar ítrekkaðri bætt skipulag innkaupa. Með leyfi forseta: velta þarf fyrir sig hvort einstökum innkaupaverkefnum sé betur komið undir miðlægri umsjón fremur en hjá innkaupafólki sviða. Meta þarf hvenær eða við hvaða aðstæður innkaupaskrifstofa hefur heimild til að gefa sviðum fyrirmæli þar sem hún sjá að gæta hagsmuna heildarinnar. Meta þarf möguleika á meiri stýringu og framkvæmd innkaupa í samstarfi við fjármálaskrifstofu.
Auka þarf áherslu á samræmd innkaup sem leiða til betri afsláttarkjara og þar með sparnaði fyrir borgina. Í þessu sambandi þarf meðal annars að skoða kost og galla þess að fækka þeim aðilum sem sjá innkaup og vinna að meiri sérhæfingu og fagmennsku í innkaupum með fræðslu. Innleiða þarf hugmyndafræði stefnumiða stjórnun innkaupa á markvissan hátt. Tilvitnun lýkur. Það fyrirkomulag sem núna er hins vegar svona einn af hornsteinum núverandi innkaupastefnu sem fær enga síður nokkuð góða dóma í úttekt innanendurskoðunar þar sem segir, með leyfi forseta, fyrir hendir ágæta innkaupastefna en hana þyrfti að útfæra á gagnsæjan hátt þannig að framtíðarsýn forsvarsmanna innkaupa og útfærsla innkaupastefnu sé kunn öllum starfsmönnum og upplýsingar hana aðgengilegar. Tilvitnun lýkur. Ég held að þó að megi kannski ekki lesa út úr þessum setningum að þá sé innbyggð spenna í raun í umfjölluninni. Það er að segja flestar ábendingar og gagnrýni sem fram koma lúta því að það sé ekki nægileg yfirsýn að sviðin sem rétt þurfi ekki að leita sér ráðgjafar hjá innkaupadeildinni sem getur verið galli, það getur verið augljós galli, en þannig það. Ábyrgðarskiptingin einfaldlega sú að sviðsstjórar bera lykil ábyrgð á innkaupum, þeim ber skylda til að ráðið fylgist með, en ábyrgð og í raun staða innkaupadeildarinnar til að grípa inn í, til að krefjast þess að fari sig að ráðum hennar og svo framvegis, hún hefur hingað til ekki verið nægilega skýr. Það hins vegar ekki rétt að eins og framkomi á borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu að ekki hafi verið fjallað skýrsluna frá 2010 og farið yfir innkaupastefnuna í kjölfarið. Þvert á móti að þá var innkaupastefna Reykjavíkurborgar tekin til gagngerrar endurskoðunar í framhaldi af ábendingum innanendurskoðunar og var endurskoðuð innkaupastefna samþykkt á fundi innkauparáðs 17. febrúar 2011, borgarráðs 10. mars 2011 og borgarstjórnar 15. mars 2011. En það hins vegar alveg skýrt við þessa endurskoðun að þessu lykilatriði ekki breytt. Og mér finnst núna þegar við erum að taka málið upp aftur og grundvelli eftirfylgni úttektarinnar, við þurfum bara að ræða það. Viljum við gera breytingar á þessu eða ekki? Því að niðurstaðan þegar þetta var farið ítarlega yfir þetta í innkauparáði 2010 og 2011 var að gera ekki breytingar á þessu lykilatriði. Og mörg fagsviðin telja raunar að þau séu í bestum færum til þess að bera ábyrgð og stýra sínum innkaupum. Innri endurskoðun telur að við getum náð betri árangri með því að taka einhver verkefni miðlægt allavega, jafnvel í meira mæli og mér finnst það bara mjög áhugaverð umræða. Það getur bara vel verið rétt og við getum skoðað það eftir tveimur leiðum, annars vegar getum við bara breytt reglunum alfarið og sagt fyrir hvernig það að vera að innkaupadeildin að hafa ríkara hlutverk eða við getum tekið ákveðna þætti sem okkur finnst líklegt að séu þeir sem við getum í raun náð mestu út úr að fara í ákveðin umbótaferli með og skilgreint hvaða málaflokka við viljum fara í meiri rammaútboð eða taka innkaupamálin einhverjum nýjum tökum. Og ég held að þessuna sé lang uppbyggilegasta leiðin og ég hef raunar rætt það þegar við fjármálastjóra og yfirmann innkaupadeildarinnar að gera áætlun í innkaupamálum sem yrði þá borin undir og unnin eftir atvikum í samráði við fagsviðin og lögð fyrir þegar hún tilbúin sem ég vona verði ekki eftir of langan tíma. Ég vil þó vekja athygli á því að við erum í raun að klára endurskoðun á innkaupareglum eða vorum að því á síðasta ári sem skerpir að nokkru á þeim hlutverkum sem við erum að fjalla hérna Í innkaupareglunum kemur fram í 5. grein sem var kannski ekki jafn skýrt áður að fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur yfirumsjón með ráðgjöf og þjónustu vegna innkaupa Reykjavíkurborgar og ber innkaupadeild fjármálaskrifstofunnar ábyrgð á ráðgjöf á sviði innkaupamála og þjónustu við innkauparáð.
Innkaupadeild veitir þeim sem af hálfu Reykjavíkurborgar kaupa vöru, þjónustu og verklega framkvæmdir þjónustu og aðstoð vegna innkaupa. Innkaupradeild framkvæmir í samvinnu við kaupanda öll forvöl, útboð og fyrirspurnir fyrir framangreinda aðila sem og rammasamninga, samkeppnisviðræður, samningskaup, sérleyfissamninga, hönnunarsamkeppni og önnur innkaupaferli sem reglur þessar fjalla um. Þá ber innkaupardeild ábyrgð á að samræma og staðla almennar útboðslýsingar sem notaðar eru við útboð á vegum Reykjavíkurborgar. Auk þess framkvæmir innkaupardeild reglubundið eftirlit með því að innkaup Reykjavíkurborgar séu í samræmi við innkaupareglur. En þó breyttist það ekki við þessa endurskoðun að það var ekki gerð breyting á því að skilgreina stefnumarkandi hlutverk innkaupadeildar eða fjármálaskrifstofu vegna innkaupa. Og mér finnst það sem að pólitíkin þarf að ræða þessu, viljum við gera breytingar á því. Hvaða völd færum við þá af fagsviðunum inn á fjármálaskrifstofu og hvernig getum við tryggt að við séum að færa réttar hluti af innkaupamálunum þar inn til þess að auka gegnsæi, rammasamninga og ná betri árangri og lægri verðum og auka fagmennsku og svo framvegis. Á þetta þurfum við að leggja mat í næstu skrefum. Ég held við þurfum að setja okkur ákveðin árangursmarkmið, bara mælikvarða og reyna að vakta kannski þróun í þessum tölum jafnvel betur en áður og nýta okkur það að innkaupadeildin í vaxandi mæli að gera innkaupagreiningar sem geta gefið okkur góða vísbendingar hvar feitastan gölt að flá í því að fara í rammasamning og svo framvegis. Þetta held ég að sé bæði áhugavert og brýnt verkefni en það sem ég held að okkur hafi yfirsést á sínum tíma þegar við vorum að fjalla þessa ítarlegu skýrslu frá 2010 var í raun þessi innbyggða spenna milli ábendingana annars vegar sem var að tala fyrir því að innkaupaskrifstofan þáverandi, núverandi innkaupardeild, fengi beinlínis völd frá sviðunum og hins að innkaupareglunum og stefnunni sem slíkri var hrósað. Því að innkaupadeildin eða innkaupaskrifstofan áður hefur í raun ekki umboð til að taka sér vald til að ná fullri yfirsýn og gera þær breytingar sem að sömuleyti verið að kalla eftir ábendingunum. Og þetta held ég að við verðum að taka til okkar bara sem yfirstjórn borgarinnar og stjórnmálamenn og ræða hvernig við viljum skipa málum og þar eru mismunandi sjónarmið og mismunandi rök fyrir driftstýringu og miðstýringu. En hvora leiðina sem við veljum og í hvaða hlutvöllum að þá mjög mikilvægt að við tryggjum gagnsæi þegar það sé alveg skýrt hvar eftirliti liggur og að við herðum aðeins á skrúfunum varðandi árangursþáttinn. Og ég boða það sem sagt að innan ekki of langs tíma að þá leggjum við fram áætlun þetta sem við getum síðan rætt í sameiningu. Það margt mjög vel gert í innkaupamálum, bæði af sviðunum og af innkaupadeildinni. Ég held að það sé ekki tilefni til þess að taka þessu skýrslum öðruvísi en bara því sem í þeim stendur og við verðum að greina þær og gera síðan umbætur á þeim grunni og það bara, það brýnt en leið finnst mér skipta mjög miklu máli að við hugsum þá mjög skýrt hvernig við viljum drepa niður fæti varðandi ábyrgðarskiptinguna og skilgreiningarnar í þessum innkaupamálum. Þannig að við náum sem mestum árangri í verðum en líka í gegnsæi, góðum leikreglum, umhverfismálum, sjálfbærni og svo framvegis. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir mjög gott innlegg einmitt inn í
þessar vangaveltur sem ég var með hérna áðan og langar að vekja athygli á því að það einmitt talað sko að undanfarin ára þá hafi í vaxandi mæli verið litið til innkaupa og stjórnunar þeirra sem lykilþáttunum í góðum árangri eftir sveitarfélag en það sem að kristallaðist í ræðu borgarstjóra var einmitt það að innkaupastefnan sem sett fram að innkauparáði raunverulega pólitískt og í innkaupastefnunni að þá raunverulega að birtast pólitískur vilji kjörinna fulltrúar borgarinnar það hvernig við viljum síðan sjá innkaupareglunum háttað. Þannig að ábyrgð á innkaupum séu í samræmi við til dæmis reglur Reykjavíkurborgar og ábyrgðina. Þannig að ég vona að borgarstjóri sé sammála með því að pólitíska skjalið og stjórnmálaumræðan hún kemur fram í innkaupa stefnunni en reglurnar eru útfærðar af embættismönnum. Og það annað sem ég hjó líka eftir og við þurfum að hafa einmitt upp á borðinu að það ábyrgð fagsviða á að haga sínum innkaupum eftir innkaupastefnunni. Og þess vegna þarf hún að vera nokkuð ítarlegri heldur en hún í dag. Og síðan verð ég að benda á í eftirfylgniskýrslunni með leyfi forseta að það ný ábending sem svo að reglur gerð fjárhagsáætlana ættu að hvetja til þess að svið og skrifstofa skuli gera innkaupaáætlanir jafnhliða fjárhagsáætlun. Og þetta verður mjög áhugavert að sjá í næstu fjárhagsáætlun. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og lokið að veita andsvar, þá andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir þessa umræðu, hún verið til einhvers. Hér hafa komið fram fulltrúar meirihlutans og lýsti yfir að þeir vilji taka þessari skýrslu vel og ábendingum og fara yfir það sem að þar kemur fram og það auðvitað vel. Til þess var stofnað og þá færumst við eitthvað fram á veginn. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega meira yfir þetta, vænti þess að þessi mál komi til með að koma á okkar borð hér í borgarstjórn og í fagráðum og væntanlega í borgarráði í framhaldi af þessu. Auðvitað liggur það fyrir eins og framkom hjá borgarstjóra að fagsviðin, viðkomandi fagstjórar og sviðstjórar hafa í hendi sér innkaup í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar. En það hljómar nú svona ágætlega í innkaupastefnunni en þetta auðvitað ekki alveg svona einfalt þegar að yfir 1000 manns eru komnir með þetta tæki í hendurnar að geta gengið út í búð og keypt matvæli eða tæki eða hvað sem Við þurfum að velta ýmsu fyrir okkur varðandi það hvernig við vinnum úr þessu. Ég algjörlega til í það að auka áhrif innkaupadeildar og þær breytingar sem orðið hafa á skipuritinu bersýnilega þvælast fyrir fleirum en mér vegna þess að hér innkaupadeildin kölluð ýmsum nöfnum, meðal annars innkaupaskrifstofa og svo framvegis. En það allt í lagi. Við vitum hvað við átt. Mér finnst að það efla þessa deild. Hún á að hafa sterkari áhrif. Hún á að kynna betur innkaupastefnuna og með hvaða hætti innkaupadeild og innkauparáð getur unnið með fagsviðum borgarinnar að því að gera innkaupin sem hagkvæmust. Hér undir 7 milljarðar. Það ekki lítið. Og við þurfum auðvitað líka velta fyrir okkur hvort að við ættum að lækka þau mörk sem að nú eru gildandi þannig að það sé ekki lengur heimilt að gera innkaup upp á 3,5 milljónir eða 7 milljónir í þjónustu eða 14 milljónir í verksamningum. Kannski ættum við að endurskoða þetta. Kannski þetta bara hreinlega of mikið og við ættum auðvitað að hafa allar upplýsingar á hreinu. Þetta á ekki að vera annað en einn lítill takki á tölvunni sem segir okkur hversu mikil innkaupin eru þegar orðin
á síðasta ári, þær upplýsingar liggja ekki fyrir. Með hvaða hætti þessi innkaup voru gerð, hvaða innkaupaferlar voru þar að baki, þær upplýsingar liggja ekki fyrir, og hversu háar upphæðir þeir eru sem eru bak við þessi innkaup, og það liggur ekki fyrir. Og það er auðvitað algjörlega ófullnægjandi, og ég held að hver og einn hér inni gæti bara velti fyrir sér, væru þeir stjórnendur í fyrirtæki, hluthafar eða stjórnendur í hlutafélagi, þá myndi slíkt ekki vera liðið. Það bara væri ekki liðið. Það myndi enginn gefa starfsmönnum slíka heimild til innkaupa án þess að fyrir lægju skýrari reglur það eftir fylgni og utanumhald hversu mikið má kaupa. Hið sama á auðvitað að gilda Reykjavíkurborg. Hana gilda engar aðrar reglur en þær sem myndi gilda hjá góðum fyrirtækjum í góðum rekstri. Innkaupastefnan bara orð, og þau hafa eiginlega ekkert sérstaklega mikið gildi bara sem slík. Eins og ég las upp áðan, þá kemur til dæmis hér fram að við innkaup Reykjavíkurborgar sé beitt útboðum að sem eins miklu leyti og undir og hagkvæmt þykir, og að hlutur útboða í heildarinkaupum Reykjavíkurborgar aukist. Og borgarfulltrúinn Sigurður Björn Blöndal hélt því fram að útboð var aukast. Það má vera, en þau eru allavega ekki að aukast á milli áranna 2012 og 2013 sem við höfum þá einhverju tölur Þeim hefur fækkað. Kannski hefur þeim fjölgað aftur, það má vera, en borgarfulltrúinn veit það að ég hygg ekkert frekar en ég. Og þetta þurfum að hafa allt saman á hreinu og auðvitað að gera umbætur á grunni þeirra ábendinga sem að fram hafa komið frá innri endurskoðun, nýta okkur þá vinnu sem að þar hefur farið fram, bæði núna í janúar 2015 og vorið 2010, og helst hefði viljað sjá að Capacent yrði bara kallað aftur að þessu borði og færi yfir þetta með okkur ef við höfum ekki þessar upplýsingar sjálf. Ég er svona öllu jafna ekki mikið fyrir miðstýringu, en í þessu tilfelli er miðstýring auðvitað skynsamleg, sjálfsögð, án þess að hún eigi að vera til þess að það hefti of mikið skilvirkni og hraða framkvæmda, að þá auðvitað eigum að hafa betri yfirsýn yfir þetta. Ég vil enn og aftur bara þakka fyrir þessa umræðu og vonast til þess að hún leiði okkur eitthvað fram á veginn í þessu máli. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er umræðu þennan dagskrárlið lokið. Borist hefur tillaga sem að tekin var fyrir með afbrigðum og við þurfum að fá fólk í salinn. Hér allir komnir í salinn. Og háttvirtur borgarstjóri verður óskað eftir að taka til máls. Ég legg til að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Og þá skulum við taka fyrir þá málsmeðferð á tillögu. Þau sem samþykkja vísa tillögunni til borgarráðs skjömerki. Það er samþykkt með 15 greiddum atkvæðum. Við göngum þá til 4. lið